Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Hríseyjarskóli vafalaust í hópi fámennustu skóla á Norðurlandi og ef til vill á landinu öllu. Hér á árum áður taldi Hríseyjarskóli hátt í 40 nemendur en í dag eru 14 nemendur í grunnskólanum sem stundar nám í 1. til 8. bekk og þá leikskóladeild einnig starfrækt í sama húsi. Þrátt fyrir fækkun þá mikið líf og öflugt skólastarf í Hríseyjarskóla og óhætt að segja að skólinn sé ákveðinn miðpunktur samfélagsins í Hrísey. Við kíktum í heimsókn og byrjuðum á því að ræða við Þórunni Arnórsdóttur skólastjóra. Hríseyjarskóli fámennur skóli og ég myndi segja lifandi skóli. Hér nýtum við hvert tækifæri til þess að fara út og gera eitthvað skemmtilegt og allar uppákomur og allt svona. Þetta bara mjög frjálslegt og skemmtilegt þannig að. Þetta náttúrulega einungis 14 nemendur. Já. Það væntanlega ekki venjulegt bekkjakerfi eða eitthvað? Nei, þetta samkennsla og það 1. til 4. bekkur og síðan 5. bekkur og upp í 8. bekk. Og þarna nemendur að vinna bara hver á sínum hraða og allt saman einstaklingsmiðað. Hvernig gengur að uppfylla viðmið og skyldur sem að grunnskólum ber að uppfylla í svona óhefðbundnu skólastarfi? Ég held að það gangi bara mjög vel. Við erum náttúrulega með tilhliðsjónar aðalnámskrána og allt það og flettum upp í henni. Við finnum kannski ekki alveg hefðbundna leiðir í þessu en ég held að við nálgumst þetta allt á einhvern hátt. Allar þessar viðmiðanir og allt það. Þetta frjálslegra en í öðrum skólum heldur, í fjölmennari skólum? Já, þetta miklu frjálslegra. Þannig að ef það gott veður þá færum við kennslunum bara út og ef það eitthvað skemmtilegt að vera þá bara njótum við þess. Þannig að þetta alltaf bara miklu skemmtilegra. Heldur að nemendur hér nálgist námið og skólan eitthvað öðruvísi en kannski gengur og gerist? Já, ég held það. Ég held að nemendur hérna séu svona kannski frjálslegri. Þetta sé ekki alveg svona fast mótað og þetta sé svona, þau nálgist hlutina á frjálslegri hátt held ég sé. En ég held að þau komi ekkert síður út en aðri nemendur. Hefur nemendum héðan gengið vel í áframhaldandi námi? Mjög vel, já. Og allir nemendur hafa farið í framhaldsskóla, þannig að það hefur verið bara mjög gott. Það vantar ekki skapandi hugsun í Hríseyjarskóla og reglulega eru unnin verkefni sem brjóta upp hefðbundið skólastarf. Þegar okkur bara garði var svokallaðri söddbör í viku nýlokið. Við útfærðum hana þannig að krakkarnir skipulögðu eina viku. Það hefði bara eina viku, bara ákvaða hvað þau vildu læra þessa viku. Skipulögðu það, settu sér markmið og tengdu við lykilhæfnina í aðalnámskrá og námsgreinar og annað. Og þetta var bara voða skemmtilegt og hérna var margt skemmtilegt til. Hér var unnin stuttmynd og það voru saumuð föt og bakaðar kökur og bara nefnið það. Hvernig hefur gengið að fá kennara og starfsfólk í skólanum? Það hefur gengið vel. Síðustu ár, við erum búin að vera hérna síðustu ár, sami hópur, þannig að það hefur gengið bara mjög vel. Við erum með einn leiðbeinanda núna sem í kennaranámi og hún kom inn í forföllum núna í haust og búin að vera í alla vetur og þetta hefur svo sem ekki verið vandamál hjá okkur. Við erum allar búsettar hérna og það vantar bara karlmenn. Ingibjörg, nú kemur þú úr dálítið stærri skóla. Já. Hvernig að vera í Hríseyjarskóla samanborið við hinn skóla sem þú varst í? Það rosa skrítið að því að hinn skólinn var miklu stærri og þá vorum við oftast ekki að gera svona hluti eins og kannski við fórum bara í eitt skólaferðalag bara í enda skólans en hérna fyrir við stundum á Akureyri eða eitthvað svona. Gerið meira hérna í Hríseyjarskólanum en gerðið í hinn skólanum? Já, við höfum líka teppi og kotta í slökun og eitthvað. Guðmar, hvernig finnst þér að búa hérna í Hrísey? Það bara mjög gaman og svo bara lífið hérna, það bara svo skemmtilegt og allir eru vinir og bara svo gaman að búa hérna og við erum með ærslabelg, sundlaug, verslun og margt fleira. Ærslabelg, hvað gerir maður á honum? Já, maður hoppar á honum og það bara ógeðslega gaman. Er þetta gott samfélag hérna? Já, mjög. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í
frítímanum þínum? Mér finnst skemmtilegast að vera inn í tölvunni með strákunum minn á Skype í Roblox og svo finnst mér líka gaman að vera úti í Bissá með strákunum. Heldur þú myndir vilja búa hérna í Hrísey í framtíðinni? Já, Hvað er svona best við að búa í Hrísey? bara þú veist, þetta er lítil eyja og þetta gerir svo aldrei margt hérna og það er svona frjálslegt, það er ekki margir bílar og þannig. Í leikskólanum er ýmislegt brallað og þegar við mættum voru vinirnir Jón Oddur og Patrikur á leið í siglingu. Hvert eru það að sigla? Við erum að fara Afríku. Já! Er það að fara til Afríku? Já. Hvað er það að fara að gera þar? Hætta skóan. Og láta hann hafa byssuna. Já, þið eru að flytja byssu til Afríku? Já. Er það ekkert hættulegt? Nei. Við viljum gefa stjóranum þetta. Og ætlið þið bara að fara tveir? Já. Já. Farið þið oft í skip eins og til dæmis ferjuna? Já, ég fyrir stundum í mitt skip sem pabbi kaupti. Á pabbiðin skip? Já, það heitir Björgvin. Já. Það er svo stórt. Já. Og hvað gerir hann í því? Bara fríða. Já. Hann er ekkert að fara til Afríku? Nei. Hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera í skólanum, í leikskólanum? Byggja hesthús og báta og bíl með kubbunum. Það gera þegar þið eru heima? Fæ tölvu. Baka. Og fæ tölvu. Bæði. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.